Ég heilsa ykkur í Jesú nafni, en hingað erum við saman komin á kveðju stundu til þess að kveðja Sigríði Ásu Sigurðardóttur, hana Siggu okkar, hinstu kveðju. Ég votta ykkur öllum fjölskyldu hennar og vinum mína innilegustu samúð. Það er gott að koma saman. Það er gott að leita huggunar og styrks hvert hjá öðru og deila saman minningum. Við skulum því biðja Guð að blessa okkur þessa stund. Við skulum biðja hann að vera yfir og allt kring með eilífri blessun sinni. En þessa stund hefjum við eins og alla þær við komin saman í nafni Drottins og minnumst okkar eigin skírnar. Við skulum því signa okkur og segjum öll saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Líti ná til okkar og heyr bænir okkar við í sorg og söknuði áköllum þig og hjálpa okkur með huggun þíns heilaga orðs. Miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Blessa þú Siggu sem hér er kvödd. Vertu með fjölskyldu hennar og vinum í sorg þeirra. Hjálpa okkur að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri vonum upprisu og eilíft líf. Lát okkur vera minnug þess að þú telur daga okkar, svo við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa okkur þessa stund og lát okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Licht og stjörnur
ritar postulinn. En nú kynni einhver að segja, hvernig rísa dauður upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma? Þú óvitri maður, það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það degi. Og ef þú sáir, þá það ekki svo jurt vex upp síðar sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur hveitikorn eða annað fræ. En Guð gefi þér líkama eftir vildsinni og hverri sæðist tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins. Til eru himneski líkamir og jarneski líkamir, en vegsemdina himnesk eitt og hina jarnesku annað. Eitt ljómi sólarinnar og annað ljómi tungsins og annað ljómi stjarnanna, því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig og upprisu dauðra. Sáð forgengilegu, en upprís óforgengilegt. Sáð í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð jarneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Ef jarnesku líkami til, þá og til andlegur líkami. Þannig og ritað, hinn fyrsti maður Adam var það lifandi sál, hinn síðari Adam að lífgandi anda. En hið andlega kemur ekki fyrst, heldur hið jarneska, því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður frá jörðu jarneskur, hinn annar maður frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig og hinni jarnesku. Og eins og hinn himneski, þannig og hinnir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen.
Guðspjalli skrifar Guðspjallamadurinn Jóhannes. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður, en hjálparinn andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Við skulum biðja. Almáttugi miskunnsami Guð, við biðjum þig að vera með okkur hverju og einu.
Megi nærvera þín vera okkur huggun í sorginni og fullvissa að miskunn þín og kærleikur æðri öllum skilningi. Þú gefur og tekur eftir þóknan þinni. Gef okkur náð til að lifa í trú á þig, til að vona á þig og vænta þeirra lausnar sem þú einn hefur á valdi þínu. Kenn okkur að lúta vilja þínum og auðga samfélag okkar við þig í bæninni. Þess biðjum við í Jesú blessaða nafni. Amen. Náð sé meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þegar ástvinur kveður, erum við minnt á það hversu bilið milli lífs og dauða stutt. Í sorg og söknuði getum við verið þess fullviss að Guð hjá okkur. Hann huggar og styrkir. Höndin hans hlýja leiðir okkur við skil lífs og dauða. Hann sleppir ekki hendi sinni af Siggu sem við í dag kveðjum, heldur tekur hana í faðm sinn. Í því trausti komum við saman hér í húsi Guðs og kveðjum hana Siggu okkar hinstu kveðju. Sigríður Ása Sigurðardóttir fæddist á Hvammstanga 4. ágúst 1964. Foreldrar hennar voru þau hjónin Sigurlaug Erla Pétursdóttir frá Illugastöðum á Vatnsnesi, fædd 8. maí 1934, lést 7. janúar 2025. Og Sigurður Bjarnason, fæddur 29. ágúst 1909, húsasmiður frá Klúku í Bjarnarfirði, lést 23. mars 1965. Sigurður lést því þegar hún var aðeins rúmlega 7 mánaða gömul og var hún skírð við kistu hans í höfuð á honum og talaði Sigga oft það hvað henni þótti það sárt að hafa aldrei kynnst föður sínum. Systkini Sigríðar Ásu eru Petrea Lára, fædd 1951, Guðmundur Stefán, fæddur 1953, Jóhannes Helgi, fæddur 1954, Jónína Auður, fædd 1956, Ingi Rúnar, fæddur 1959, Elísabet Laufey, fædd 1960, Pétur Gunnar, fæddur 1962, Jakob Ástmar, fæddur 1969 og Jóhanna Erla, fædd 1975. Einu systkini sínu, Jónínu, tengdist Sigga alveg sérstaklega. Þær áttu í einstöku sambandi og nutu þess mjög að hittast alla tíð. Jónína reyndist systur sinni afskaplega vel alla hennar ævi. Hún lýsir Siggu systur sinni svo vel í eftirfarandi orðum. Ævi Siggu var mikið brölt í 60 ár, en lífið bæði svart og hvítt, hæðir og lægðir, en brosið var sjaldan langt undan. Guð minn góður, hvaða var margt sem þú hefur brallað. Þegar þú varst lítil var hálfur Hvammstangi að leita heyrnartækjunum þínum, því þú hentið þeim bara þar sem þú varst stödd. Og ein sagan að þegar þú horfðir á kindurnar bíta gras, þurftið þú að prófa það líka. Þá lagðist þú bara í grasið og byrjaðir að bíta það. En það vildi ekki betur til en svo að það festist strá í hálsinum á þér og þurfti að fara með þig til læknis til að fjarlægja stráið sem sat fast. Þá var verst hvað Sigga sótti að fara út á götu á Hvammstanga til að láta bílana stoppa fyrir sér. Og þá var kaupfélagsbíllinn í sérstöku uppáhaldi, örugglega vegna þess hver stór og tilkomumikill hann var í hennar augum. Tilvitnun lýkur. Sigga ólst upp á Hvammstanga fyrstu árin og þegar hún var á öðru ári uppgötvaðist að hún var heyrnarlaus. Hún byrjaði í heyrnleysingjaskólanum í Stakkholti haustið 1968, 4 ára gömul. En það var þá skólaskyldu aldur heyrnarlausra barna og bjó hún í heimavistinni í skólanum. Sigga skrifaði mjög mikið og ritaði meðal annars endurminningar sínar frá því að hún lítil á Hvammstanga og þegar hún bjó í Litluhlíð. Þá sagði hún heilmikið frá lífi sínu í heyrnleysingjaskólanum
og ljósta minni hennar náði langt aftur. Við skulum leyfa Siggu að eiga orðið. Þegar við áttum að fara suður til Reykjavíkur þá var ég með mömmu og frænda mínum. Ég man að ég fór inn á Stakkholt þar sem kona bauð okkur inn og svo fórum við inn í matsalinn. Þá sá ég fullt af krökkum sem voru með handapat og heyrnartæki. Ég fattaði og þreifaði á eyrunum mínum og sá að krakkarnir töluðu saman á táknmáli. Ég leit á mömmu mína og hugsaði að hún að senda mig vegna þess að ég eins og þau öll hér með heyrnartæki. Við fórum upp í ris þar sem voru svefnherbyggi, allir hátta sig og tampusta og fara að sofa. En ég var hrædd og vildi halda í mömmu, en svo sofnaði ég. Morguninn voru allir krakkarnir vaktir og ég sá 4 stelpur sem kunnu að klæða sig. Ég vildi ekki klæða mig og beið þangað til mamma kæmi. Starfsstúlka hjálpaði mér að klæða mig og busta tennur og svo fórum við inn í matsalinn. Ég hafði aldrei séð súrmjólk áður og hélt að þetta væri skyr. Svo ég horfði á konuna rétta með disk með súrmjólk og púðursykri og ég horfði á krakkana að borða og ég smakkaði og fannst þetta mjög gott. Síðan fóru allir krakkarnir inn í sal og léku þar í smá tíma. Þá komu kennarar og stiltu okkur upp í röð og síðan gengum við inn í skólastofuna. Þar lærðum við að teikna, klippa, skrifa og tala. Brandur kom inn í kennslustofuna og kalla á okkur nemendur, en við skiptumst á að fara í taltíma til hans inn í lítið herbeggi. Oftast lærðum við að tala AAA, BBB, PPP og fleira. Tilvitnun lýkur. Sigga fór svo heim í jólafrí. Hún hlakkaði rosalega mikið til að komast heim og var svo fegin. Hún fór með flutningabíl sem keyrði hana norður á Hvammstanga. Hún var einstaklega glöð þegar hún hitti mömmu sína og fylgdist með þegar mamma tók fötin upp úr töskunni og setti ofan í skúffu. Þá hugsaði hún með sér að hún færi ekki aftur suður. En í janúar sá hún að mamma hafði pakkað fötunum hennar aftur niður í tösku og hún skildi ekki hvers vegna og af hverju hún vildi ekki hafa hana heima. Sigga tók öll fötin sín upp úr töskunni og setti þau í skúffuna, en mamma pakkaði fötunum bara aftur niður í töskuna. Sigga segist að veri niðurlút og hugsaði hvort hún væri eitthvað skrítin eða hvort hún væri skrímsli, bara því hún gæti ekki talað og haft almennileg samskipti. Sigga fór síðan alltaf heim í öllum skólafríum og fór Júlía vinkona hennar með henni heim á sumrin, þegar þær voru 13 til 15 ára og hafði þar til félagskap af hvor annari, þar sem þær töluðu sama tungumál, táknmálið. Árin í heyrnleysingjaskólanum einkenndist af því að það var bannað að tala táknmáli í skólanum. Börnin áttu að læra að tala og lesa vörum og slegið var á hendur barna sem ætlaði að nota táknmálið í skólastofunni. Börnin þurftu því að pukrast með sitt eigið mál og töluðu táknmál sín á milli þegar enginn sá til. Árið 1969, þegar Sigga er 5 ára gömul, hefur móðir hennar búskap með fósturföður Siggu, Jóhanni Hermanni Sigurðssyni frá Litlu Hlíð í Víðidal. Fæddur 8. nóvember 1936, lést 2. apríl 2003. Hann er faðir yngstu systkinanna þeirra Jakobs og Jóhönnu. Þegar Sigga er 5-6 ára man hún stundum að hún reyndi að stinga af í heyrnleysingjaskólanum vegna þess að hún nennti ekki að læra. Hún gerði sér upp klósettferðir og laumaði sér út að róla. Hún sagðist alltaf hafa verið að úthugsa nýja leiðir til að komast út. Einn föstudag komst hún yfir skrújárn og skrúaði skrúurnar lausar í glugganum í kennslustofunni. Á mánudeginum fór hún svo út gluggann og fór út að leika sér. Við skulum hafa í huga að þarna Sigga lýsa lífi sínu 5-6 ára í skólanum. Hana langaði bara að vera úti og leika sér eins og mörg önnur börn á þessum tíma. Anna Friðriksdóttir, hún Anna Fía, minnist Siggu æsku vinkonu sinnar og segir meðal annars: Elsku Sigga mín, ég man þegar við vorum litlar kannski 6-7 ára. Þá baðst þú mig að stinga af úr skólanum í frímínútunum, en ég vildi það ekki. Þú baðst mig endilega að koma með þér að laumast af skólalóðin í frímínútunum og ég lét til leiðast. Við fórum í Brautarholtið að skoða í búðaglugga, ef ég man rétt, var það búð sem seldi klósett og baðherbyggistæki.
Brandur skólastjóri fór að leita að okkur þar sem við vorum horfnar og mættum ekki tíma eftir frímínúturnar. Brandur bað 2 stráka sem voru eldri en við að leita að okkur og koma með okkur tilbaka í Stakkholt, þar sem Brandur tók á móti okkur og skammaði okkur. Þegar við vorum orðnar fullorðnar sagði Sigga eitt sinn við mig að við varum æsku vinkonur og eiginlega eins og systur. Henni leið eins og við varum jafn tengdar og systur. Þegar ég kom í heimsókn til Siggu vildi hún oft ekki að ég færi. Hún vildi ofta að ég stoppaði lengur hjá henni. Ég sakna þess að fá ekki besta kaffi hennar Siggu. Elsku Sigga mín, mér þykir vænt þig, elska þig og sakna þín. Við sjáumst seinna í sumarlandinu þegar minn tími verður kominn. Tilvitnun lýkur. Júlía, æsku vinkona Siggu, minnist hennar meðal annars með þessum orðum. Sigga var skemmtileg, óhrædd frökk og ákveðin. Hún vildi prófa allt sem vakti forvitni hennar. Hún hafði einstakan hæfileika, kjark sem ég þorði ekki alltaf að sýna eins og hún. Hún mótmælti óréttlæti ef vegið var að henni og vinum hennar. Sigga var ófeimin í samskiptum við ókunnugt fólk hvar sem hún var. Hún gafst aldrei upp á samskiptum fyrir en gagnkvæmur skilningur náðist, til dæmis með því að skrifast á blaði. Hún þekkti marga, miklu fleiri en ég. Sigga hafði einstaklega fallegt táknmál og frásagnir hennar á táknmáli voru oft skreyttar á frumlegan og fyndinn hátt. Hún sá alltaf eitthvað fyndið, gott eða hluti sem hægt var að hlæja að í frásögnum sínum, af því að sem hún hafði hent hana í daglegu amstri. Hún hafði dillandi hlátur sem fólk hreifst með og laðaðist að henni auðveldlega. Sigga talaði alltaf fallega börnin sín og elskaði þau, en hún átti ekki auðvelt líf og fetaði oft erfiða leið. Það var stór þröskuldur í samskiptum hennar og því að ala upp börnin sín eins og þau áttu skilið að fá. Minning þín verður ljós mitt, hvíl í friði, elsku Sigga mín. Tilvitnun lýkur. Sigurlíf Margrét og Magga minnist Siggu og segir meðal annars. Hún var jafnaldra og skólasystir mín í Heyrleysingjaskólanum. Hún var líka eina af þeim fyrstu sem tóku á móti mér og kynntust mér. Hún var fyrsti herbyggisfélagi minn í heimavistinni í Rauða húsinu. Henni fannst að vera svolítið svalt. Hún var dugleg að kynna mig fyrir öðrum og segja mig frá því hvernig lífið á heimavistinni gekk fyrir sig. Ekki kunni ég táknmál á þessum tíma, svo ég var hreinlega tekin í kennslu í öllum okkar samskiptum á táknmáli. Það þótti sjálfsagt, enda urðu allir á heimavistinni að kunna táknmál. Það var út af fyrir sig mikið lífsreynsla fyrir okkur 10 ára börnin að vera á heimavist. Foreldri okkar voru langt í burtu og við þurftum bara að treysta á okkur sjálf, okkar eigið hyggjuvit. Við vorum þarna því að lögin skildu okkur til að vera þar. Sigga var sú sem vakti mesta eftirtekt á heimavistinni. Frökk uppátækjasöm og sagði sína skoðun á hlutunum ef henni líkaði ekki eitthvað. Henni varst allt sem var bannað spennandi og ef eitthvað mátti ekki var það strax spennandi í hennar huga. Oftar en ekki fengum við fréttir af Siggu sem hafði þá komið sér í einhverja hremmingar eða vandræði. Við supum kveljur og hristum hausinn yfir hverri nýrri frétt af Siggu og eflaust lærðu við sitthvað af brölti hennar í öllu sem henni fannst spennandi og var bannað. Hún var oft stimpluð óþekkta rángin. Hún lét okkur heyra það hún var ekki sammála okkur og dró ekkert af skoðunum sínum. Hún átti ekki auðvelt líf, hún fetaði erfiðu leiðina andlega, félagslega og líkamlega. Hún átti sín áhugamál og gat verið voðalega hlý. Það þurfti lítið til að gleðja hana. Við lítil kisa og vegi hennar fekk blíðlegt klapp og knús. Í dag hefði barn eins og Sigga sennilega hlotið alls konar greiningar og fengið aðstoð og sérkennslu eftir því. Tilvitnun lýkur. Gefi nú Hermínu orðið. Mamma sagði mér oft söguna því þegar hún sá pabba í fyrsta sinn. Harald Friðjónsson frá Skálum á Langanesi fæddi 23. janúar 1940, lést 20. október 2015. Hún alveg kollféll fyrir honum. Hafði aldrei séð svona fallega mann og þá sérstaklega var það hárliturinn og augun sem heilluðu hana. Hún var svo feimin og þurfti að byggja upp kjark til að þora að nálgast hann. Held að þetta sé eina skipti sem þessi kona var feimin. Þau eignuðust tröllastrákin hann Einar Ragnar 21. mars 1983. Kona hans Júlía Baldvinsdóttir,
fædd 1985 og eiga þau 2 syni, Harald Marjón, fæddur 2015 og Baldvin Meivand, fæddur 2025. Mamma talaði oft það hversu stór Einar var, en hann og synir hans eru allir með þetta tröllagen. Því mínar stelpur og ég náðum þeirra fæðingarþyngd 3 mánaða. Einar fékk að vera einkabarn í 5 ár, en Hermína Erla kom í heiminn 8. maí 1988. Sambýlismaður hennar Gunnar Darri Ólafsson, fæddur 1981. Dætur Hermínu eru Guðlaug Náttsól, fædd 2014, Máney Nótt, fædd 2016 og Valkyrja Stjarna, fædd 2018. Einar var ekkert alltaf ánægður því hann vildi bróður en ekki systur. En hann var fljótt og enn besti bróðir í heimi. Mamma vissi að þetta yrði stelpa og hún óskaði þess innilega að stelpan yrði með brúnt hár og brún augu. Óskin rættist og kannski fullmikið því að ég var með dökk hár á öxlum og niður bakið og hún sagði að ég var eins og lítill api og svo hló hún. En veikindi hennar versnuðu það mikið að tröllið og apinn fóru í fóstur til ömmu og afa í Litluhlíð árið 1990. Tilvitnun lýkur. Haraldur sem var sjómaður hélt alltaf jól fyrir norðan í Litluhlíð með börnunum sínum. Þá brunaði hann oftar en ekki norður til þeirra á milli túra og í sumarfríum hans dvöldu þau hjá honum í Reykjavík. Þau Einar og Hermína eiga yndislega minningar frá þessum sumrum. Oft var safnast saman í sumarbústaðnum í Skorradal sem félag heyrnarlausra átti og þá var mikið fjör, þar sem börn og fullorðnir brölluðu ýmislegt saman. Einnig minnastu allra útilegana með döff, þar sem hist var eina helgi á ári og voru það skemmtilegar ferðir. Sigga fór í húsmæðraskólann í Reykjavík í 1 vetur og naut sín vel þar, hvort sem var matseld eða hannyrðir að ræða og minntist hún þess tíma með mikilli hlýju. Nokkrum árum eftir að Sigga og Haraldur skildu kynntist hún Jóhannesi, fæddur 7. desember 1962. Þau byrjuðu að búa í Keflavík í huggulegri íbúð á jarðhæð með garði og þar bjó líka kötturinn Grámjá, grár norskur skógarköttur. Sigga og Jói fluttu svo í Innri-Njarðvík og þar bættust þeir Hrólfur við, fæddur 27. mars 1995. Kona hans Jenna Katrín Kristjánsdóttir, fædd 1994 og eiga þau soninn Kristján Erni, fæddan 2025. Jóhannes Leo fæddist svo 5. desember 1997. Jóhannes eða Jói var duglegur að fara með þau á vídeóleigur og kaupa ís og einnig veittu þau töluvert með honum á bryggjunum þarna suður frá. En erfiðleikarnir eltu Siggu og fór svo að bræðurnir voru settir í fóstur til fjölskyldu á Álftanesi. Sigga kynntist Hinriki Páli Friðrikssyni árið 2005. Hann var fæddur 9. maí 1972. Palli og Sigga áttu afskaplega vel saman. Hann hress, skemmtilegur og sannkallaður öðlingur. Þau höfðu svipaðan húmor og nutu þess að gantast saman. Þau bjuggu á Bárugötunni í 3 ár þar til þau fluttu í Bríetatúnið þar sem þeim leið afskaplega vel. Það má segja að Sigga hafi átt yndislegan tíma í Bríetatúninu þar til Palli lést 13. desember 2015. Það var Siggu mikið áfall þegar Palli féll frá langt fyrir aldur fram. Hann var stóra ástin í lífi hennar. Starfsfólki lagðist á eitt að umvefja hana, styðja og styrkja á þessum erfiða tíma. Það er hægt að segja alls konar sögur hana Siggu sem var í sjálfsagt efni í heila bók. Kaflarnir í bókinni margir og misjafnir, stundum gleðikaflar en líka verulega erfiðir kaflar. Það má kannski helst lýsa lífi hennar sem algjöri rússíbanareið. Dálítið köflótt, þar sem skiptust á skin og skúrir. Hún átti sína hamingju stundir, en líka margar stundir sem við erum ekki að rifja upp hér. Sigga var með alveg einstakan húmor og sá svo oft eitthvað fyndið út úr hlutunum. Hún var afskaplega hlátumild og gat auðveldlega velst af hlátri. Hún var mjög handlægin og prjónaði mikið,
heklaði, saumaði, bakaði og málaði á keramik og eftir hana liggja margir fallegir munir. Einnig fannst henni gaman að dansa og tjúktaði þá af lífi og sál. Það má ekki gleyma því að hún var með eindæmum stríðin. Það eru örugglega margir hér í dag sem urðu fyrir stríðni hennar og smá hrekkjum. Þegar hún til dæmis vann í rækjuvinnslunni á Hvammstanga, þá ófrísk að Hermínu, ákvað hún einn daginn að flýta klukkunni 1 klukkutíma. Samkvæmt klukkunni þarna í frystihúsinu var klukkan orðin 5 og konurnar gengu þó allar sem ein frá færibandinu, en verkstjórinn kom æfur inn í vinnslusalinn og benti konunum á að það væri sko klukkutími eftir í vinnunni. Sigga hló alltaf jafn mikið að rifja upp þessa sögu. Einnig fannst Siggu gaman að bregða fólki og átti það til að henda ljótum og ófrýnilegum fiskum sem leið áttum færibandið í næstu konu. Sigga lagði mikið upp úr því að heimili hennar væri snyrtilegt. Það mátti varla sjá strik á gólfum eða hillum, þá var ryksugan komin á loft og afþurrkunarklúturinn dreginn fram. Hún ljómaði öll þegar hún fékk fréttir af sínum barnabörnum og reyndi eftir bestu getu að sýna þeim ást og hlýju. Hún hafði gaman af því að prjóna á þau sokka, vettlinga og peysur því ekki mátti þeim verða kalt. Og auðvitað kom alltaf frá henni að þau litu bara öll út eins og hún. Hún viðurkenndi þó að hún Máney með sitt rauða hár og brúnu augu væri lík Haraldi afa sínum. Hún hafði gaman að því að gera gifsmyndir og málaði þá engla og fleira. Sigga var mjög fróð og trúuð, las mikið og fannst sérstaklega gaman að lesa draugasögur, trúarlega bækur og bækur spiritisma. Hana langaði svo vera skyggn, en skyggni gáfa nokkur í fjölskyldunni. Sagan Agnesi og Friðrik var í sérstöku uppáhaldi hjá henni, enda fjölskyldusaga Siggu, en sjálfur böðullinn var forfaðir þeirra. Sigga var mikil kisukona og átti ást hennar á köttum sér engin takmörk. Hún átti kisustyttur, kisumyndir, kisupúða, kisusokka og örugglega margt fleira, að ógleymdu kisuveskjunni hennar með lítilli bjöllu, sem hún var svo ánægð með. Þetta veski var hennar uppáhalds og hjá henni í kistunni og fer með henni í sumarlandi. Sigga lést sunnudaginn 15. febrúar síðastliðinn. Við biðjum þig Drottinn að vera nálægur okkur á þessari skilnaðastundu, blessa hjá okkur og helga minningarnar sem Sigga skilur eftir sig í hjörtum okkar. Við biðjum þig að styrkja okkur og varveita, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það leiðarljós ættum við að hafa hérna frá Grensáskirkju í dag, að líta á þá staðreynd lífsins, að framrásinni getum við ekki snúið við, heldur erum við leidd áfram frá einu tímabili ævi okkar yfir í annað. Á þeirri göngu leiðir Jesús Kristur okkur, lýsir upp veg okkar og gefur okkur kraft til að horfa fram á veginn. Við skulum þess vegna minnast þess í dag að svo elskar Guð okkur sem lifum í þessum heimi, að hann var tilbúinn til að láta líf sitt á krossi, svo við mættum lifa að eilífu með honum. Jesús Kristur kom inn í þennan heim til að lifa með okkur, kynnast kjörum okkar, tilfinningum, sorg okkar og gleði, og þess vegna skilur hann alla þær tilfinningar sem með okkur kunna að bærast. En hann lifi líka til að styrkja og hugga okkur og gefa okkur kraft til að lifa lífinu áfram í trausti til hans. Og í lífi og trú á Jesú getum við treyst fyrirheitinu sem hann gaf Mörtu eftir dauða bróður hennar. En þá sagði hann við hana: ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þetta stórkostlegt fyrirheiti sem okkur gefið. Þetta eru orð eilífs lífs í Jesú nafni. Amen. Það eru hér nokkra kveðjur.
Jóhannes Kristófersson frá Finnmörk sendir samúðarkveðjur frá Hvammstanga og þakkar fyrir góð kynni. Páll Jóhannesson frá Finnmörk og Vigdís Lillý Sigurjónsdóttir eða Palli og Lillý senda samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Jónína frá Finnmörk sendi börnum Siggu og frændfólki sínu innilegustu samúðarkveðjur. Trausti og Steinunn senda samúðarkveðjur til fjölskyldunar frá Spáni. Rúnar Þóri Ingólfsson, skólabróðir Siggu, sendi samúðarkveðjur frá Egilsstöðum. Tengdaforeldrar Einars, þau Baldvin og Jóhanna, senda samúðarkveðjur til fjölskyldu og vina. Fjölskyldu Siggu langar að þakka Eddu B. Olsen Sigurðardóttur, æsku vinkonu Siggu, kærlega fyrir að hafa farið með Siggu og keyrt Siggu norður og gefið þannig Siggu tækifæri að kveðja móður sína hinsta sinn. Petrea, systir Siggu og Egill senda samúðarkveðjur til fjölskyldunar og Jóhannes, bróðir Siggu og Kristín senda samúðarkveðjur. Fjölskyldu Siggu langar að þakka Lilju Guðmundsdóttur fyrir sönginn og Hörpu Þorvaldsdóttur fyrir undirleikinn í útförinni. Að lokum vill fjölskylda Siggu þakka kærlega félagi heyrnarlausra, saumaklúbbi Döff og vinum Siggu fyrir ómetanlega hjálp á erfiðum tíma. Þau báðu mig einnig að koma því á framfæri að ykkur boðið í kaffi í félagi heyrnarlausra, Þverholti 14, 3. hæð, strax að athöfn lokinni.
Við skulum biðja. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Siggu og fyrir allt það sem þú með henni veittir okkur. Blessa þú fjölskyldu Siggu og vini. Drottinn, þú ert með okkur öllum alla stundir og engu nær en þeim sem líða og syrgja. Þú hefur verið hjá ástvinni okkar henni Siggu sem nú er horfin frá okkur. Þú hefur ekki sleppt hendi þinni af henni og þú yfirgefur okkur ekki. Öll eru við í þinni hendi og ekkert getur gert okkur viðskila við kærleika þinn. Blessa þú minningarnar sem Sigga skilur eftir sig í hjörtum okkar. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra að líða. Alla bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn kenndi okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Lífsgöngu lokið
Lofað sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Drottin minn gefi dánum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyftir sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.
mér.